Þegar að frumur skipta sér með jafnskiptingu, það er bara verið að endurnýja frumur líkamanns, það er endurnýja sér mishratt. Sumar eins og húðin okkar endurnýja sig á nokkrum mánuðum að mestu leyti, vöðvarnir á örfáum árum, beinin á einhverjum áratugum, svolítið mismunandi hvaða bein það eru. Á einhverjum 3 árum þá endurnýjast yfir 90% af líkamannum. En þegar frumurnar endurnýja sig, búa til nýjar frumur, og það eru bara ákveðnar frumur sem gera það, svo kallar stofnfrumur, þá þarf að tvöfalda DNA-ið til þess að búa til nýjar frumur. Því að við getum ekki tekið bara DNA-ið og sett helming hér og helming hér. Það þarf að tvöfalda þannig að nýju frumurnar séu með fullan fjölda litninga. Hér er ég búinn að teikna upp einn streng af DNA. Og þessir 2 þræðir lágu saman, það kemur prótein hérna og rennir þessu bara upp eins og rennilás. Og opnar þetta því að loka DNA, sem rúlar svo upp í þennan tvöfalda helix, það er ekkert að gera við það. Það er lokað. Það þarf að opna þetta svo við getum byrjað að smíða. Og það kemur annað prótein sem leggst niður utan á og raðar inn þeim niturbösum sem vantar. Á móti A kemur T, á móti G kemur C, á móti T kemur A, á móti C kemur G. Þannig myndast hérna nýr DNA-þráður sem er að helming gamli en að helming nýr. Og sama gerist í raun hinum megin. En eltir þetta hérna megin líka. Það er allt í lagi að hugsa það þannig, en í raunveruleikanum það er það ekki alveg þannig. Því að þetta er í raun og veru þannig að það eru endar sem við köllum 3, 5 og þá er þetta 3, 5. Þetta er lesið alltaf í sömu átt, frá 3 í 5, úr 3 í 5. Þannig að þessi endurnýjast í, því að þessi eltir í þess átt og eftir því sem að þessi opnar verum þá er bara elt. En hér er myndaður nýr þráður hérna megin, sem að lítur náttúrulega eins út. Hér kemur A, hér kemur G, hér kemur T og hér kemur C. En svo þarf að fara og byrja upp á nýtt. Þannig eru búnir til bútar og bútur og aftur bútur svona og aftur bútur svona, svo koma önnur prótein og loka göttunum. En hann er komin út í pínu smáatriði. Þið megið alveg hugsa að þetta er bara opnað upp, búið til nýr þráður og það verða til 2, báðir helmingur gamall, helmingur nýr, en af því að þetta er tvöfaldur þráður þá er hægt að byggja á báðum þráðum til þess að búa til nýtt.